Komið sæl, við höldum áfram í Brennu-Njáls sögu. Nú í köflum 28-32 þá fer Gunnar og Kolskeggur bróðir hans, þeir fara utan í Víking og þessir kaflar sýna okkur vel hversu mikil hetja Gunnar er, þarna verður hann ennþá meiri hetja og hann ber af öllum öðrum mönnum. Gunnar hann vill fara í austurveg sem er hérna, lengra heldur en til Noregs og Svíþjóðar og Danmerkur og þessara hefðbundnu staða sem að Íslendingar fóru til. Vill fara hingað í Víking, hér eru fleiri víkingar til að berjast við og meiri líkur á auðæfum og annað. Þeir byrjar í Noregi reyndar en Gunnar hann vill ekki fara á fund konungsins þar af því hann vill fyrst verða ríkari og meiri maður áður en hann mætir til konungs og ætlar eitthvað að sanna sig. Í kafla 30 þá vinna Gunnar og þeir marga sigra þarna í austurvegi. Þeir til dæmis drepa þarna bræður sem heita Vandill og Karl og svo aðra bræður sem heita Hallgrímur og Kolskeggur. Þetta er ekki sami Kolskeggur og bróðir Gunnars, þarna eru 2 Kolskeggar. En þessi Hallgrímur hann er svaka mikill víkingur og hann hefur atgeir sem er stórt höggspjót sem þið sjá hérna á myndinni. Og þessi atgeir er hálfgert galdravopn því að Hallgrímur hann á ekki að geta fallið fyrir neinu öðru vopni en þessu sínu eigin vopni, álög á sverðinu. Gunnar sem er enn meiri hetja auðvitað nær atgeirinum af Hallgrími og drepur Hallgrím með hans eigin vopni og það er mikil skömm að falla svona fyrir eigin vopni. Og svo hefur Gunnar þennan atgeir með sér alltaf síðan og þetta verður svona eiginlega eins og einkennisvopn Gunnars. Gunnar sýnir líka að hann er rosa góður gæi. Þeir sem að féllu ekki í bardaganum, þeir fá grið og fá að halda lífi sínu og fara í burtu. En aðrar Íslendingasagnahetjur eins og til dæmis Egill Skallagrímsson, hann hefði örugglega ekki hleypt mönnum í eftirlifendunum svona í burtu, hann hefði bara drepið þá enda var hann náttúrulega hálfgerður hrotti. En Gunnar hann er svona góður maður, góður gaur. Nú loks fer Gunnar til Danmerkur og þar heitir hann konunginn þar og núna er hann orðinn mjög ríkur og orðspor hans hefur farið víða og hann er sagður bara mesti maðurinn á Íslandi. Gunnar ber auðvitað af öllum með dönsku hirðina, hann er bestur í öllum íþróttum og kóngurinn býður honum lönd og kvonfangi ef hann vill en Gunnar afþakkar þetta og segist vilja fara heim til Íslands. Þá segir konungur við hann: Þá mun þú aldrei aftur koma til vor og Gunnar svarar því, auðna mun því ráða, örlögin munu sem sagt ráða því. Og þarna er enn ein forspáin, núna að Gunnar muni ekki eiga afturkvæmt, hann og það aftur að sýna sig Gunnar fer ekki aftur út þótt hann stefni út. Nú Danakonungur hann gefur Gunnari miklar gjafir að skilnaði, gefur hann glæsileg klæði og skart og svo á leiðinni til Íslands þá koma þeir við í Noregi hitta þarna Hákon Jarl, kóngurinn sem var áður sem við kynntumst í upphafi sögunnar, Haraldur Gráfelldur og Gunnhildur móðir hans, þau eru þarna látin og það komið nýr leiðtogi. Gunnar vildi ekki, þegar hann kom fyrst, þá vildi hann ekki heimsækja jarlinn, af því hann vildi fyrst verða ríkur og merkilegur maður og sanna sig, en núna á leiðinni heim þegar hann er búinn að fara í Víking og verða rosalega ríkur og merkilegur gaur og mikil hetja, þá er hann alveg til í að heimsækja jarlinn og sýna sig aðeins og sjá aðra. Og í Noregi er Gunnar líka mjög vinsæll og hann á þarna vingott við frænku Jarlsins og það er sagt að jarlinn hefði nú alveg gefið Gunnari hana fyrir eiginkonu en það verður nú ekkert úr því. Svo loks í 32. kafla þá koma Gunnar og Kolskeggur aftur til Íslands. Það er tekið fram að þeir voru blíðir við heimamenn sína og hafði ekki vaxið dramb þeirra. Þeir eru sem sagt ekki orðnir neitt góðu messi eða neitt annað þrátt fyrir þessa sigurför og hvað þeir orðnir ríkir og flottir gaurar. Gunnar heimsækir Njál sem að varar hann við að margir munu öfundan. Núna þegar hann er orðinn ennþá flottari en áður og ennþá meiri hetja og ennþá ríkari. Hann er svo mikill afreksmaður að það muni ekki allir una honum þess. Gunnar hann vill eiga góð samskipti við alla menn en Njáll segir að það mun nú ekki verða svo því miður. Hann muni jafnan eiga hendur sínar að verja. Þurfa ávallt að vera viðbúinn, einhverjum svona árásum annarra í hans skarð. Og Njáll hann ráðleggur Gunnar að fara ekki til Alþingis en hann fer nú samt í að Kolskeggur bróðir hans vill fara. Kolskeggur segir að þar muni sæmd Gunnars vaxa og allir muni dást að honum sem þeir auðvitað gera.
En Gunnar hann vill nú fara frekar til að hitta góða menn, hann vill ekki fara til að monta sig, en Gunnar fer á alþingi gegn ráðum Njáls og það náttúrulega sjaldnast góðs viti að fara gegn ráðum Njáls, hins ráðagóða. En við höldum áfram með þetta síðar. Það er á þessu þingi sem að Gunnar hittir hana Hallgerði Langbrók sem er jafn falleg og hann er glæsilegur og þau hljóta auðvitað verða afar flott par. En meir um það síðar.